Haldi ég, Kvandalsbræður þarna ferð og lag sem heitir Lifandi, klukkan orðin 11:30 á föstudegi og við ætlum að fara að skella okkur yfir í splungun nýjan dagskrárlið sem við ætlum að hafa, reyna að hafa alla föstudaga. Það eru skemmtilegar og fyndnar fréttir og það er Siggi Sól sem er mættur til mín. Blessaður og sæll. Jú, blessaður og sæll Gulli. Velkomin. Takk ekki alveg fyrir. Hvernig hefur það í dag? Ég er ljómandi góður, ég verð að viðurkenna að ég var nú aðeins skúfaður í gær þegar þú hafði samband við mig og baðst mig að koma hérna í útvarpið. Ég var ekki alveg vissum að þetta væri svona minn tebolli. Mér fannst þú kjarkaður. Ég er nú ekkert sérstaklega svona orðavar maður. Ég á það nú til að svona... Þú ert kannski betri penni? Maður svona getur alltaf dílít á orðunum sko, en það er erfiðar þegar maður er í útvarpi sko. En ég ætla nú að reyna, því ég veit að amma er að hlusta, en ég ætla að reyna að vera svona tóltið dannaður. Á málugum, ég er ekki einu svona með píptakan hérna sko. Ok. Þannig að þetta verður að vera... Já, við höfum bara gaman að þessu. Við reynum það. En við ætlum að fara yfir svona þessar helstu svona glaðalega, fyndnu, skemmtilegu fréttirnar sem reiða á okkur þessa vikuna. Já, það er að nóg að taka sko. Það er ýmislegt sem er hægt að brosa yfir. Já, ef maður leitar sko, og það er náttúrulega svo sem mikið af fréttum sem eru kannski ekki sérstaklega jákvæðar, en það er hægt að finna svona ákveðin vingil sem að kannski er hægt að brosað. Eins og til dæmis hérna maður dæmdur fyrir héraðsdómi fyrir að kaupa dísilolíu á 100 krónur líterinn. Ég spyr bara, var ekki næra að dæma olíufélögin fyrir að selja lítrana á 250? Þetta er... Svo var hérna, ég hef nú verið að flogið mikið upp á síkastið út af vinnunum minni og og það er rosalega fín lína á milli þess að vera fyrirmyndar flugfarþegi og flugdólgur. Það var maður hérna, drukkinn maður, teisaður eftir að hann hafði verið með einhver læti hérna fyrir utan flugvél og ég fór að hugsa, ég var í flugvélum daginn og það voru grenjandi börn fyrir fram mig og aftan mig og svolítið svona íturvaksin kona við hliðina með sem að var afskaplega slæm í maganum og ég náttúrulega reyndi að hérna leysa þetta með því að fá mig nokkra gammeldansk. Já, já. Og það, ég menna, flugið hefði ekkert mátt vera hálftíma lengra þá hefði ég verið teipað við sæti, sko. Það er bara svoleiðis, þannig að þetta er stutt á milli hláturs og grátis í þessu. Já, að vera flokkaður sem flugdólgur. Já, nákvæmlega. Svo er talað um að B-vitamin vinni gegn Alzheimer. Já, það er eitthvað nýtt. Býtu, hvað voru að tala um? Já. En það er svona... Ég er með töflunar á mér, býtu. Þú er með töflunar á þér, það er gott. En það er svona ýmislegt, svona skemmtilegt sem að hefur verið í fréttum vikunar. Nú Gylfi Ægis, hann er ansi fyrirferðar mikill og hann er að berjast gegn klámvæðingu sem er svolítið skrítinn barátta hjá hann og hann berst gegn samkynhneigðum og þeirra eina degi sem þeir mega vera eins og þau vilja árinu. En svo er hann þess á milli að horfa á Miley Cyrus sleikja sleggju og slengja sér berrasæri á einhverju hérna rekkból. Hún finnst það allt í lagi og hún finnst eflust líka í lagi að 12 ára strákar sé að drepa og nauðga vændiskonum í einhverjum tölvuleik sem er vinsælasti leikurinn á Íslandi, þannig að þetta er svona dálítið skrítinn bara þetta á kallin, en hann er skemmtilegur. Það verður ekki á hann tekið. Gylfi? Hann er mjög skemmtilegur. Hann er þræl skemmtilegur. Já, já. Við ætlum að fara hérna í Örstuð skilabóð og svo ætlum við að halda áfram með skemmtilega fréttir og við ætlum að heyra í Bryndísi Ásmunds. Hún er að fara af stað hérna með ansi skemmtilegt námskeið, Siggi. Já. Sjálfstyrkinga námskeið. Er það eitthvað sem okkur vandar? Ég held ekki. Svona, kannski frekar reyna að brjóta okkur niður. Reyna að koma smá lítilæti í okkur. Heyrim við Bryndísi hér eftir smá stund. Já.